Niðurstaða náðist innihald nýs úthafssáttmála Sameinuðu þjóðanna í nótt. Það markar lok 20 ára viðræðna hvernig vernd og sjálfbærri nýtingu úthafs skal háttað. Mikil reiði meðal almennings í Íran því rannsókn á eitrunum í stúlknaskólum virðist ganga hægt. Margar stúlkur kjósa að læra heima vegna ástandsins sem forseti landsins kennir óvinveittum ríkjum Utanríkisráðherra og formaður utanríkismálanefndar segja ekki á dagskrá að starfrækja her hér á landi. Umsvif við varnir landsins hafa aukist á Keflavíkurflugvelli. Sigurvegari söngvakeppninnar stefnir hátt og ætlar að gera lagið að vinningslagi Eurovision 2023. Hún segist hafa haft fulla trú á laginu frá fyrstu hlustun. Aldrei hefur verið auðveldara að fljúga beint af landsbyggðinni og út í heim. 3 flugfélög fljúga til 5 áfangastaða frá Akureyri í sumar. Gott kvöld. 20 ára ferli Sameinuðu þjóðanna við að ná saman verndun og sjálfbæra nýtingu alþjóðlegra hafsvæða tókst í nótt þegar lokahönd var lögð á svokallaðan úthafssáttmála. Sáttmálinn snýst verndun og sjálfbæra nýtingu líffræðilegs fjölbreytileika utan lögsögu ríkja. Hann hefur þó ekki verið birtur og því ekki ljóst nákvæmlega hvað stendur í honum. Meginþættir sáttmálans eru 4. Það eru nýting erfðaauðlinda, verðmæti sem felast í erfðaeiginleikum lífvera og þeirri fjölbreytni í ásýnd og eiginleikum sem þeir skapa, uppbygging á færni þjóða og tilfærsla á sjávartengdri tækni, svæðisbundnar ráðstafanir og umhverfismat á hafi úti. 2/3 af hafsvæðum heimsins eru úthöf sem liggja utan landhelgi ríkja heims. Viðræður samninginn hafa staðið yfir í næstum 20 ár en hann gengur út á það að 30% opinna hafsvæða muni njóta verndar fyrir 2030. Öll lönd hafa rétt til að sigla, veiða og stunda rannsóknir á opnum hafsvæðum en hingað til hefur einungis rúmlega 1% þeirra verið friðað. Og þetta stór mál til þess að auka bara verndun hafsvæða og bregðast við loftslagsbreytingum meðal annars. Úthafssáttmálinn nýjastur af nokkrum alþjóðlegum samningum varða úthafið. Það eru hafréttasamningurinn frá 1982 sem stundum kallaður stjórnarskrá hafsins. Framkvæmdasamningur alþjóðlega hafbotnssvæði frá 94 og úthafsveiðisamningurinn frá 95. Sáttmálinn á að þjóna sem viðbót og stuðningur við þá sem hafa þegar verið gerðir. Miðað við það ætti hann að hafa lítil áhrif til dæmis á fiskveiðar Íslendinga, sem það sem íslenska ríkið hefur talað fyrir. Það hefur alltaf verið talað að það eigi að aðskilja fiskveiðar frá því sem að samningurinn fjallar sem að svolítið einkennilegt af því að fiskur svo stór partur af bara auðvitað lífverum hafsins og við tölum líffræðilegan fjölbreytileika og verndun hafsvæða þá hlýtur það að skarast. Margt á þó eftir að skýrast eftir að sáttmálinn tekur gildi, sem hann hefur ekki gert þótt samkomulagi hafi verið náð innihald textans. Það óljóst samkvæmt síðustu drögum hvort það eru 30-60 ríki sem þurfi að fullgilda og samþykkja hann og þá 30 dögum eftir það gengur hann raunverulega í gildi. Þannig jafnvel þó Ísland myndi strax undirrita, þá þýðir það ekki að hann hafi tekið gildi og við þurfum sem bundin á honum að þjóðarétti strax. Velkomin Pétur Halldórsson, líffræðingur og fyrrverandi formaður ungra umhverfissinna. Þú hefur fylgst mjög grannt með þróun þessa samkomulags. Hvaða máli skiptir það að þessu samkomulagi hafi verið náð? Já, það skiptir í rauninni öllu máli því að hingað til hefur verið mjög lítill lagarammi athafnir manna á þessu svæði sem helmingurinn af plánetunni. Og það skiptir í rauninni bara öllu fyrir framtíð okkar að það sé staðið rosalega vel að þessu og núna fyrst í rauninni hægt að gangi það. Hefur þetta einhver meiri áhrif fyrir okkur Íslendinga en aðra? Já, kannski sérstaklega því að ég leiti að við erum ekki bara að nýta fiskinn úr sjónum, heldur erum við háð loftslaginu sem að hafið augljóslega mótar verulega. En í rauninni hefur þetta áhrif á alla jarðarbúa af því að þetta stærsta vistkerfi jarðarinnar sem öll önnur eru tengd og við erum háð. Hvernig hafa íslensk stjórnvöld staðið sig í að ná þessu samkomulagi? Já, eins og kom fram rétt áðan þá hafa verið sum kannski svona áhugaverð sjónarmið í gegnum tíðina eins og varðandi fiskveiðar. Þetta náttúrulega allt samofið en það hafa alveg verið framfarir og íslensk stjórnvöld hafa til dæmis í meira mæli verið að opna samtali við eins og ungt fólk og félagasamtök.
Þannig að þetta held ég að sé að stefna í að því leytinu til góða átt upp á það að við getum unnið saman að þessu, því að núna í rauninni tekur við öll vinnan þótt að þetta hafi tekið 20 ár þessi partur. Og þegar þú segir að núna taki vinnan við, hvað áttu þá við? Já, það að framkvæma þennan samning, því það gott og blessað að segja að það eigi alltaf að vera rosa fínt í hafinu, en eins og við vitum til dæmis að loftslagssamningaviðræðunum, þá ættu við að vera búin að stöðva hérna útblástur, en það að framkvæma það alltaf önnur saga, og þetta í rauninni jafnvel flóknara viðfangsefni, þannig að núna hefst þessi flókna vinna að samhafa athafnir allra sem að hafa eitthvað með úthafið að gera til þess að tryggja okkur góða framtíð. Nóg að gera framtíð. Takk fyrir þetta, Pétur Halldórsson. Ráðamenn í Íran kenna óvinveittum ríkjum eitranir í stúlknaskólum síðustu mánuði. Yfir 1000 stúlkur hafa verið fluttar á spítala og mikil reiði meðal almennings. Grunnsemdir eru að gasi sé á einhvern nátt dælt inn í skólana og hafa slík tilfelli komið upp í yfir 50 skólum. Allir nema einn eru stúlknaskólar. یکی از کارگاه‌های بچه‌ها یه بوی شبیه بوی رنگ اومد ما هم به خاطر احتیاط بچه‌ها رو بیرون کردیم از کلاس. Síðan í nóvember hefur verið eitrað fyrir stúlkum í 21 af 30 héröðum landsins. Engin stúlka hefur enn látið lífið en yfir 1000 hafa verið fluttar veikar á spítala síðast í gær. ما دیگه مدرسه نمیریم. حالا هیچ کس هم پیگیر نیست. خیلی کم ترجیح میدم توی خونه بخونم. Almenningur óttast að annarkvort séu það öfl sem leggjast gegn menntun kvenna sem standi að ódæðunum eða þá að eitranirnar séu hefnd því konur voru í fararbroddi mikillar mótmæla öldu gegn stjórnvöldum í haust eftir að Mahsa Amini lést í haldi siðgæðislögreglu. The people who I have been in touch with them saying death to Khamenei in front of the school telling me that this is the Islamic Republic behind this chemical attack. Because the Islamic Republic is scared of brave girls removing their hijab, shaking the main pillar of a gender apartheid regime, leading the mass protest. Yfirvöld tilkynntu í síðustu viku rannsókn á málinu en enginn hefur verið handtekinn. Forseti landsins, Ebrahim Raisi, lýsti því yfir í ávarpi á föstudag að hann telji að erlend óvinna ríki standi að eitrununum til að skapa óróa. Þá virðist vara innanríkisráðherrann ekki hafa þungar áhyggjur. بیش از 99% ناشی از استرس و نگرانی و شایعات و در واقع جنگ روانی بود که خصوصا شبکه‌های معاند ایجاد کردند که یک فضای ملتهب و نگران کننده ای رو برای دانش آموزان و اولیا ایجاد کنند. هدفشون هم به تعطیلی کشوندن مدارسه. Utanríkisráðherra segir að umsvif á Keflavíkurflugvelli hafi aukist eftir innrás Rússa í Úkraínu og eigi enn eftir að aukast. Endurkoma bandaríska hersins hafi ekki verið rædd í neinni alvöru innan ríkisstjórnarinnar. Fyrrverandi skrifstofustjóri varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins sagði í fréttum sjónvarps í gær að nauðsynlegt væri að koma á fót hér á landi, varnarmálaráðuneyti og hermálanefnd. Formaður utanríkismálanefndar Bjarni Jónsson sagði í hádegisfréttum útvars að fyrir því væru engin gild rök. Milljarðarnir sem færu í hann væru betur nýttir annar staðar. Utanríkisráðherra tekur í sama streng. En fengi ég frekara fjármagn til að ráðstafa, að þá myndi ég ekki ráðstafa því að byggja upp her heldur í önnur verkefni. Og mér finnst við eiga að leita leiða til þess að vera verðugri bandamenn og það gerum við með öðrum leiðum heldur en að byggja upp fámennan her. Ráðherra segir að öll lönd hafi aukið útgjöld til öryggis og varnarmála. Og við eigum að gera það líka. Við höfum vissulega sett meira fé núna, höfum aukið við varnartengt útgjöld. Hefur það komið til tals annars vegar hér á landi eða í Bandaríkjunum að hingað komi hermenn og hafi aðstöðu hér í einhver tíma? Það hefur engin alvöru umræða verið það að einhvern veginn herinn komi aftur en hins vegar eru umsvifin á Keflavíkurflugvelli, þau hafa aukist en fjöldi fólks á Keflavíkurflugvelli meiri og hann heldur að ég tel áfram að vaxa en þetta líka alltaf bara máta við stöðun eins og hún hverju sinni. Allt frá því að Rússar réðust inn í Krím 2014 hefur kafbáta eftirlit hér við land aukist. Og við sjáum að það meiri áhersla á austur hluta Evrópu af augljósum ástæðum. Þannig að þetta snýst bara allt að eins og ég segi, vera í þéttu samtali og þétta enn frekar svona samstarf og hvernig við mátum okkur inn í það og við tökum því mjög alvarlega.
Diljá Pétursdóttir, sigurvegari söngvakeppninnar í ár, stefnir á sigur í Eurovision í Liverpool í maí. Hún segist alltaf hafa haft trú á laginu, þótt hún hafi líka þurft að spyrja sig hvort þetta væri raunverulegt. Power, Diljá! Ég hugsaði, þegar ég að labba ganginn þá ég að hugsa smá, bara svona, er þetta í alvörunni að gerast eða mér að dreyma eða ég bara eitthvað rugglast, bara ógeðslega gaman. Varstu sigurviss? Ég hafði alltaf trú á þessu. Ég hafði alltaf trú á þetta lag og ég að flytja þetta lag myndum geta gert þetta. Það kom hins vegar sá tímapunktur að Diljá hélt að hún ætti mögulega ekki að vera í topp 2 efstu sætunum þegar henni var tilkynnt að rangt símanúmer hefði fyrir mistök birst á skjánum. Ég hafði áhyggjur af því í smástund ef ég var alveg hreinskilin. Diljá fagnaði með sínu fólki í gærkvöldi og hefur notið dagsins í dag með fjölskyldunni. Verðu þið ekki stolt af þér? Jú. Þau eru það. Raunveruleikinn tekur hins vegar við strax á morgun en Diljá hlakkar til og stefnir ekki á neitt annað en sigur í maí. Ég er að fara að vinna svo hart að því að gera þetta atriði að Eurovision vinner. Sigur atriði Eurovision. Ég ætla að leggja mig alla fram. Forseti lagadeildar Háskóla Íslands segir spurningar umboðsmanns Alþingis til fjármála- og efnahagsráðherra sölu ríkisins af hluti í Íslandsbanka það fyrsta sem gert til að taka á hæfi ráðherrans í sölunni. Mikilvægt sé að skilgreina hvernig hæfisreglan á við áður en hægt sé að draga ályktun hvort eitthvað hafi farið úrskeiðis. Umboðsmaður Alþingis sendi Bjarna Benediktssyni fjármála- og efnahagsráðherra bréf fyrir helgi þar sem hann spurður sölu ríkisins á hluti í Íslandsbanka í mars í fyrra. Þar spyr umboðsmaður ráðherra sérstaklega út í hæfi hans þegar koma sölu á hluti í bankanum til Hafsilfurs EHF, sem fyrirtæki í eigu Benedikts Sveinssonar, föður Bjarna. Bjarni beðinn að upplýsa og skýra hvort og með hvaða hætti hæfisreglunni í stjórnsýslulögum hafi verið fullnægt í sölunni. Forseti lagadeildar Háskóla Íslands segir að þótt að töluvert hafi verið fjallað lagarammann sé ekki skýrt hvaða reglur giltu ákvarðanatöku á hverjum tíma. Þar á meðal hæfisreglan sem þurfi að skoða nánar. Þá hvaða gerninga og ákvarðanir, athafnir þær hæfisreglu giltu. Þessu hefur einfaldlega ekki almennilega verið svarað. Það þrátt fyrir umfjöllun Ríkisendurskoðunar og stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Í því felst ekki nein niðurstaða það hvort að hæfisregla hafi verið brotin með hvaða hætti hún átti við. En það mikilvægt að draga fram með skýrum hætti leikreglunar sem áttu við og mæla svo innan þeirra hvort að eitthvað hafi úrskeiðis farið í þessu. Eistar gengu að kjörborðinu í dag og nokkur spenna í loftinu. Samkvæmt könnunum fá þjóðernissinnar næstflest atkvæði. Þeir eru ekki sammála stefnu stjórnarinnar þegar kemur að aðstoð til Úkraínu. Stór hluti Eista greiddi atkvæði á netinu, þar á meðal forsætisráðherra landsins Kaja Kallas. Flokkur hennar, umbótaflokkurinn, fær flest atkvæði samkvæmt skoðanakönnunum, tæp 29%, og flokkur þjóðernissinna næst flest 21%. Leiðtogi hans hefur gagnrýnt stefnuna í öryggismálum. Eistar verja mest allra til hernaðaraðstoðar til Úkraínu sem miðað við stærð hagkerfisins. We have basically given away all our heavy weaponry to Ukraine and the replacement comes within 2 or 3 years. Now that is an invitation of aggression. Verðbólga yfir 17% og efnahagsmálin ásamt öryggismálum hjá þessum nágrönnum Rússa hafa verið fyrirferðamikil í kosningabaráttunni. Ikka Eesti turvalisus ja julgeolek ja et säiliks Eesti ühtsus. Og það áttur heim, það var líf og fjör í Hafnarfirði í dag þegar prjónafólk víða aðsafnaðist saman á hátíðinni Garnival. Fólk á öllum aldri kepptist við að prjóna flíkur í öllum stærðum og litum. Hvað þýðir þetta Garnival? Garnhátíð, er það ekki bara? Festival með garni. Hvers vegna datt ykkur þetta í hug? Þetta var bara svona skyndiákvörðun og happy hour fyrir nokkrum mánuðum síðan. Og hversu lukkulega voruð með aðsóknina? Var þokkaleg? Og við hættum að telja þegar við vorum komin upp í 1100 manns en það voru aldrei 1100 manns á staðunum svo það setjum ekki fram. Hver kúnstin við þetta? Hvernig verður maður góður prjónamaður?
með að prjóna mikið og fylgjast með því svona hvað í gangi, bara að gera það sem mann finnst skemmtilegt. Það almálið. Mér finnst þú nú eiginlega að gera þetta á óleglegum hraða. Já, ég er búin að vera prjóna svo lengi, í mörg ár. Byrjaði bara sem krakki og amma kendi mig mikið, þannig að alveg, þetta er mitt jóga. Hvað ertu búin að prjóna margar flíkur ævina? Jesús, ég veit það ekki. Af hverju ertu að þessu? Er ekki bara best að fara út í búð og kaupa þér? Nei, það er svo mikið hugarró. Þú kemur alla leið frá Danmörku, hvers vegna? Af því að hérna eru alvöru prjónarar, þannig ég kem hingað. Þú ert hönnuður í Danmörku, er áhugi á þessu þar? Það er búið að vera og eftir COVID. Í COVID byrjuðu Danirnir að prjóna og þeir eru mitt líka búin að vera duglegir að halda svona markaði. Þetta er í fyrsta skipti sem er haldinn svona markaðir hérna á Íslandi og í Reykjavík. Úrval flugferða út í heim af flugvöllum á landsbyggðinni hefur aldrei verið meira. Búist er við miklum önnum í ferðaþjónustu á Norðurlandi. Það hefur aldrei verið eins auðvelt fyrir Akureyringa að ferðast frá sínum heimabæ og út í hinn stóra heim, en í sumar verður flogið frá Akureyrarflugvelli til 6 áfangastaða í Evrópu og úrvalið aldrei verið meira. Flugfélögin sem fljúga beint til Akureyrar eru Nice Air, Condor og Edelweiss sem bjóða upp á reglulegar ferðir til Kaupmannahafnar, Düsseldorf, Tenerife, Alicante, Zurich og Frankfurt. Sömuleiðis verður reglulegt flug til Frankfurt frá Egilsstaðaflugvelli í fyrsta sinn í sumar. Og þetta er svona byrjunin á því að opna nýjar gáttir til landsins, þannig að hægt sé að þróa ferðaþjónustuna áfram, minnka árstíðasveifluna sem við sérstaklega hérna á landsbyggðinni höfum þurft að eiga við og erum enn að eiga við. Árstíðasveiflan í ferðaþjónustu hefur iðulega verið mest lengst frá höfuðborginni og því allt kapplagt í að fjölga ferðamönnum að vetri. Sú vinna hefur ekki skilað innskoðum árangri. Hjalti segir verðbólgu og dýrtíð í landinu sannarlega hafa áhrif á ferðamenn líkt og aðra hér á landi og hún sé líkleg til þess að fækka ferðalögum almennt. En sem komið virðist hún þó ekki fæla ferðafólk frá Íslandi. Það er ekki að sjá bein merki þess núna að þetta sé að hafa einhver fælandi áhrif á Íslandi sérstaklega. Þannig eins og staðan er núna þá erum við bara mjög bjartsýn fyrir framhaldið. Verið er að skipuleggja umfangsmikinn flutning á 70 flóðhestum af landareign kólumbíska fíkniefnabarónsins Pablos Escobars. Hann átti fjölda fágætra dýra og þegar hann lést árið 1993 var öllum nema flóðhestunum komið í dýragarða. Of dýrt þótti að senda flóðhestana burt á sínum tíma en nú á að verja 1 milljón bandaríkjadala til að senda þá á verndarsvæði í Mexíkó og á Indlandi. 30 flóðhestar verða eftir á búgarðinum sem er opinn almenningi. En caso de que los hipopótamos salgan del lago, o sea, ellos si salen es porque nos van a atacar, entonces la recomendación es correr. Correr, ojalá en zigzag, no en línea recta, porque en línea recta los hipopótamos corren más que nosotros. Cuando era de Pablo Escobar sí teníamos ingreso, o sea, también se pagaba y él permitía pues como el ingreso, había avestruces, leones, pues muy chévere porque no había como la posibilidad de viajar, pero también saber de quién era el zoológico era un poquito asustador. Við höldum áfram í dýraríkinu. 1100 hundar af 90 tegundum kepptu á sýningu Hundaræktarfélags Íslands helgina. Eigendurnir segja að það sé miklu meir en að segja það að fara með hund á hundasýningu. Þetta eru algjörar dúllur hérna á hundasýningunni, til dæmis hún Jógó sem er einn fárra hvítra pomeranianhunda á landinu. En undirbúningur fyrir svona keppni er ekki bara leikur einn. Það þarf að mæta á æfingar, kenna þeim að standa og þreifa á sér. Það er búið að taka mig núna góðan tíma, cirka klukktíma. Og læra hvernig á að haga sér og standa rétt og hreyfa sér rétt og svo náttúrulega þarf maður að passa einmitt upp á feldin. Og maður þarf að halda þeim við allt árið. Þess vegna er þetta svo frábært af því að allir sýningarnar sem hérna eru í toppformi. Er meiri vinna að eiga púðluhund í hundasýningu heldur en kannski bara labradorhund? Allan daginn. En það þýðir heldur ekkert að dóla sér, stóra stundin er runnin upp og sýningin hafin. Hundaeigendurnir horfa á þessa verðlaunabikara með blik í auga og hundarnir sjálfur gefi minna fyrir veraldlegar eigur eigenda sinna. Það er ekki.
Og í keppnisskap í ykkur? Mjög. Já, ég myndi alveg segja það sko. Hvernig gekk? Gekk mjög vel, við vorum besti kortu tegundar. Þetta bara, já, besta sport í heimi sko. Og þá er það veðrið, Kristín, þú ert að spá kólnandi veðri, dálítið mikið. Er þetta langvinnt eða skamlíft kuldakast? Já, það er að kólna hjá okkur og við reiknum með að verði frost hjá okkur allavega næstu viku 10 daga. Og hversu mikið verður frostið? Svona 5 til 13 stig er í kortunum núna og það gæti nú verið aðeins misjafnt milli daga. Verður snjókoma með þessu? Það mun snjóa eða vera éljagangur norðanvert landið og eitthvað af og til austan til, en suður og suðvesturland verður líklega alveg þurrt þetta tímabil. Er þetta kuldakast, er það bundið við Ísland? Nei, það er að ná alveg yfir Norðurlöndin og langt suður í Evrópu og til dæmis er gul viðvörun vegna snjókomu á norðanverðum Bretlandseyjum á morgun og svo eru Danir búin að gefa út appelsínugula viðvörun út af snjókomu á þriðjudaginn. Það er nú ekki algengt. Nei, það er alls ekki algengt, þannig að það má reikna með einhverjum fréttum frá Danmörku á þriðjudag eða miðvikudag. Við fylgjumst náið með því og fylgjumst með veðrinu á eftir fréttum. Takk fyrir þetta, Kristín. Og það ætlum við að líta á það sem er helst í íþróttafréttum kvöldsins. Snorri Einarsson náði í dag besta árangri íslensk skíðagöngumanns þegar hann varð 15. í 50 km göngu karla á lokadegi heimsmeistaramótsins í Slóveníu. Guðmundur Stephensen er á ný Íslandsmeistari í borðtennis. 10 ár eru síðan hann vann 20. Íslandsmeistaratitilinn í röð og hætti svo keppni þar til í ár. Ég er bara í skýjunum. Liverpool vann ótrúlegan sigur á Manchester United í enska boltanum í dag og mikið fjör var á lokadegi Evrópumótsins í frjálsíþróttum innanhús. Þetta og sitthvað fleira í íþróttum eftir andartak. Og þá er ekkert eftir nema að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Niðurstaða náðist innihald nýs úthafssáttmála Sameinuðu þjóðanna í nótt. Fyrrverandi formaður ungra umhverfissinna segir þetta gríðarlega mikilvægt skref stærsta vistkerfi jarðarinnar séu undir. Mikil reiði er meðal almennings í Íran því rannsókn á eitrunum í stúlknaskólum virðist ganga hægt. Margar stúlkur kjósa að læra heima vegna ástandsins sem forseti landsins kennir óvinveittum ríkjum Utanríkisráðherra og formaður utanríkismálanefndar segja ekki á dagskrá að starfrækja her hér á landi. Umsvifið varnir landsins hafa aukist á Keflavíkurflugvelli. Sigurvegari söngvakeppninnar stefnir hátt og ætlar að gera lagið að vinningslagi Eurovision 2023. Hún segist hafa haft fulla trú á laginu frá fyrstu hlustun. Aldrei hefur verið auðveldara að fljúga beint af landsbyggðinni og út í heim. 3 flugfélög fljúga til 6 áfangastaða frá Akureyri í sumar. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn RÚV.is er uppfærður allan sólarhringinn. En þessum fréttatíma er lokið. Takk fyrir samfylgdina helgina og verið sæl.